Gott kvöld, dömur og herrar, og velkomin að skjánum. Við erum komin í fjórðu umferð í fyrstu deild hér í Gran Turismo samfélaginu, og í þetta sinn ætlum við að keppa í Kaliforníu, held ég örugglega, á braut sem að kallast Laguna Seca, og hjá mér í kvöld situr enginn annar en Gunnar Ágússon. Ertu hjartanlega velkominn? Já, sæl og blessaður Ingi, sæl og blessuð öll sömur. Við erum bara komin í sunshine og lollipop, SoCal feelingurinn hérna. Já, það er bongo á auðmörkinni, það er verið að grilla og hvað var að segja, 35 stiga hiti og stemmari. Ábyggilega það, sko. Það sé ekki vatnsskortur líka. Segðu það. En já, þessi braut, við erum ekki búin að keppa á henni núna í nokkur tímabil, og gaman að kíka aftur á Laguna Seca. Þetta er svona braut sem að margir eiga ekki ástarsambandi við, en aðrir kannski gera það, af því að hún er trikk í brautin. Hvað finnst þér Laguna Seca? Já, þetta er mjög trikk í braut. Ég myndi svona setja hann í svipa samhengi og Mount Panorama Bathurst. Svona trikk í braut, mjög lítið sem að þarf til að eitthvað fari úrskeiðis. Já, það er bara algjörlega þannig. Þetta er svona braut sem að hún er mjög teknísk, og það eru erfiða beygjur hérna, og hún refsar kannski ekki á sama hátt og fjallið gerir, að henda þér í vegg, en það þarf lítið að bregða út til að setja komin í sand með óhrein dekk og tapir miklu. Þetta, eins og ég segi, það eru margar tekníska brautir hérna og trikki. Þessi braut þarfnast þolinmæði og smá aga, myndi ég segja líka. Já, klálega. Þetta er fín lína, hún er þröng. Maður þarf að velja sín moment til að taka fram úr og svo framvegis. Já, og það er erfitt að taka fram úr á þessari braut. Það er svolítið þannig. Við sáum nokkuð dæmi það í gær að þetta svona fór misvel hjá ökumönnunum, og sjáum að Dimmi er hérna, sem ég sjáði minn, Dimmi er að koma hérna í skemmtilega kafla sem heitir Corkscrew. Kemur hérna upp brekkuna og svo fleygist hann hérna niður. Já, sko, hún lítur ekki út fyrir að vera það brött frá því sjónarhorninu sem við vorum að horfa á, en treystu mér, það er bara aftan hann niður, og þetta er mjög trikk í beygja. Og eins og margar aðrar, og ég veit ekki, mín upplifun er svona pínu að sko ólíkt mörgum öðrum brautum, að þá er mjög mikilvægt að vera í reislínunni á þessari braut, því að gripið er töluvert minna að leið og þú ferð inn fyrir bremsulínuna og ert ekki á það sem að mesta gúmmið er, líka að þú ferð pínu vítt. Það er eins og mann er fljótt að missa gripið að maður hefði sig ekki á línunni. Já, mjög sammála því. Þetta er eina af þessum brautum sem maður þarf svolítið að það tekur kannski smá tíma að elska hana, en þegar maður nær flæðinu þá er alveg gaman að keyra hana, klálega, og hún býður alveg upp á skemmtilegan kappaktur eins og við höfum séð. Dimmi hérna, annars á við klassíst, fara aðeins út í sandinn, kasta smá sandi út fyrir og missa bílinn smá. Hann bergaði sem þokkalega, en það er svona, þeir eru margar hraðar beygjur sem að maður er alveg á mörkunum, þá má ekki mikið út að bregða. Sæki, sjáum að Dimmi hérna er að hefja nýja hring. Brynjar er að koma inn í hérna. Já, ég skipti aftur á Dimma fyrst þú sagði Dimmi. Það þú ert að horfa á YouTube til að sjá hvað ég er að gera, þá ert að fá 30 sekúndum eftir á, sko. Já, ég er svona einhvern veginn að blanda þessu tvennu. Já, betur enga síður vel gert, sko. Fagmaður á starfum hérna. Já, það er eins og besta. Það er bara besta sem maður getur gert. Það er eins og besta. En það er ekki bara sandur hérna á Laguna Seca, það eru líka nokkra pulsur.
Ég var að tala pulsupartí á hann, það var verið að grilla pulsur. Það ekki bara verið að grilla pulsur hérna á hliðalínunni, þetta líka á braut. Reyndar svolítið svona gummi spækaðar pulsur. Já, en það getur svo samt, vá, það var rosalega beðið hjá honum. Signature dimmadrift hana. Já, algjörlega. En þessar pulsur geta refsamann. Það hægt að taka þær á milli dekkjana, en þú veist, það kannski ekki vannlegt að treysta á það. En já, það að gera það 44 sinnum, sko. Nei, held ég ekki. En já, það refsamanni, geta hendmanni helviti mikið til hliðar ef maður fer á þar. Þannig að það margt sem ber að valast í sér braut. Maður þarf að halda sig á línunni, passa að yfirkeyra ekki. Hún refsar rosalega fyrir yfirkeyrslu. Þegar að leiða þá ferð út fyrir akstursslínuna, ef þú bremsar of seint, þá ertu að tapa tíma. Skilur tíma eftir á borðinu, þannig að það verður gaman að sjá hvernig spilast úr þessu. Nú mikið að jöfnum ökumönnum í þessari deild, þannig að ég gerir bara ráð fyrir hörku kapastari. Já, algjörlega. Við erum að horfa á Dimma sem að leiðir stigakeppnina. Það eru örugglega margir sem vita það nú þegar. Hægt að fylgjast með því á heimasíðinu og svona. Upp okkar á næsta mann, þetta Eiður Daði fyrir Kraftey. Við sjáum hér, hann keyrir á Genesis, töluvert öðruvísi hljóð. Ég hann alltaf mjög ólík hljóð í öllum öðrum bílum með Mustuna, sko. Mazdan alveg screaming. Minnir mann einna helst á F10 tímabilið í Formule 1. En þessi braut, hún svona, ég myndi segja, hún væri meira MR heldur en FR fyrir bíla sem eru með vélina fyrir aftan ökumann. Hún eins og ég segi, þetta ekki háhraðabraut, það ekki langur beitkabli í henni. Það einn svona frekar hraður kabli í henni, en hann ekki rosalega langur en mikið að trykk í beigjum. Þannig að MR bílar eru þægilegir hérna. Þetta náttúrulega mismunandi bara eftir brautum, þú veist, það eru búin að vera FR brautir margar góðar sem eru búin að keppa í hérna áður en við komum hingað, þannig að þetta bara svona, þetta fer á milli. Já, það er gott að hafa gott balans í þessu, svo að allir bílar, eða sem flestir bílar fá að njóta sín. Algjörlega. Það eru hérna nokkri meistarar mættir í spjalli, Binni, Hilli og Ívar, kvöldistrákar, Buenos, Nachos, sagði einhver í gær. Já, það er svona, spænskan hún er að koma. Það alveg viðeigandi að tala smá spænsku hérna í Kaliforníu. Já, klálega. Það eru svona latínórætur í Kaliforníu, klálega. Það var ekki Mexíkó, áttu þeir ekki eitthvað hluta af Kaliforníu á sínum tíma? Það getur bara vel verið, þú veist, Los Angeles, þetta er náttúrulega spænskt nafn, San Diego. Já. Svo lengi mætti telja. Svo lengi mætti telja, algjörlega. Þið eru kannski skarpari en við í landafræðinni hérna áhorfendur. Ég bara leiðriti okkur ef við erum að fara með eitthvað algjörða þvælu. Ég held að það sem ekki lóntra á sannleikanum. Hann er að einhvers staðar. Hann er að einhvers staðar, klálega. En já, challenge frá Dodda í gær. Ég var ekki að rífa kjaft í chattinu. Hann var að segja að Porschen væri svo lélegur á dekk og ég leiðrétti hann á því og hann baði mig vinsamlega að fara yfir kosti og gamla Porschens. Þannig að í fljótu bragði þá ætla ég að verða við þeirri ósk. Hann er mjög hægur á stað, það er hans stærsti galli. Þú ert aldrei að fara að taka fram úr neinum í startinu á honum og hugsanlega fara hann að missa 1-3 fram á þér eftir á hvaða bílum þeir eru, en það er nú kannski góða við það í fyrstu deild. Það eru flestir að keyra Lexus eða BMW og þeir eru ekkert rosalega hraðar á stað líka, þannig að það svona felur það pínu hvað hann er actually lélegur í startinu, en hann er góður í beigjum. Endarhraðin er ekki hans cup of tea, skulum við segja. Hann er samt ekkert hægur, en hann er kannski ekki að fara að taka fram úr mikið á beinuköflunum, en hann heldur alveg í. Eins og ég sagði, góður í beigjum, og það sem að gerðist fyrir update sem að kom í lok síðasta sumars, þá var svona stór physics breyting fyrir síðasta tímabil í fyrra,
þá breyttist Porschen frá því að vera hræðilegur á dekk yfir í að vera góður á dekk. Hann var alltaf þannig að hann var ekki góður á dekkin og var eiginlega ókeyranlegur þegar að dekkinu voru hálfslitin. En í dag er hann góður á dekk. Hann er ekki droslega góður á bensín, en það er hægt að fuel-seifa þannig að þau sért svona in the ballpark með flestum. Fyrir utan Lexusin er náttúrulega bara, það er eins og að drekki ekki, hann er AA. Þannig að, þú veist, þar hafið ég það. Þannig að, já, þetta er alltaf að breytast. Það eru BOP update og svo koma physics breytingar og physics modelið er búið að vera að breytast svolítið til að hjálpa MR-bílunum myndi ég segja, því að lengi vel var bara ekki hægt að keyra á MR eins og þið munið eftir hérna fyrir 2 ára síðan. Það voru voða fáir að keyra MR-bíla, en þetta er alltaf jafnast og þar hefur það, elsku dóttir minn. Góður á dekk, hægur á stað. Yes sir, ég er búinn að henda viðvörun á keppendur. Mér sýnist þið bara að vera 7 í kvöld, allavega eins og kannski dettur ykkur inn á síðustu sekundu. Við erum komið eina spá, þú varst ekki búinn að lesa hann upp eða eitthvað? Nei. Það er hann hérna Hillbilly Mega. Hann segir tímataka, Dimmi, Sæli, Alex, keppni, Dimmi, Alex, Ari. Þannig að það hafið það, fyrsta spá komin í hús. Þannig að að gera, heldið ykkar predictioni á þetta. Ég veit ekki hvað ég sagði þetta með ítalsku hreiminn, þú veist, svona er þetta stundum. Hefur þú bara skoðan á þessu? Eftir spá mennari? Já. Ég er ekki búinn að bara pæla í því, sko. Jóhann Ingi segir Alex, Dimmi, Ari. Það er kannski ágætt að taka það fram að í post-racei, minni mig, frá síðustu keppni, þá sagði Dimmi, ég spái Alex sigri á Laguna Seca. Þannig að Dimmi sem er á braut hérna núna, hann er búinn að spá Alex í sigri. Og ég held að það hafi eitthvað að gera með bæði hvað Alex er hraður og líka að hann er á Ferrari sem að hugsanlega er skemmtilegur á svona braut. Já, ég ætla að fara að starta þessu já, klukkan er að detta í hálf. Við erum tilbúin. Segir bara good luck. Hillbilly Mega bætir við, Ferrari er bestur. Ég verður að pæla í okkur að það eru svo fáir. Já, það voru nokkur forföll. Sjá, Heimir og Hilmar eru ekki kvöld og Viktor ekki heldur. Og það var eitthvað einn í viðbót sem kemst ekki. Nei, fyrir ekki, ég er að tala keppnina á morgun. Já, það var líka óvíst með hann Viktor. Ég veit ekki hvort hann sé kominn í lobbyið, en hann var ekki viss með þáttöku í kvöld. Þannig að þetta er misjafnt, stundum heitir þetta vel á og verið með pakkalobby, stundum er það já, eins og í dag. Dimmi Stram segir hérna Dimmi tímataka og reis Dimmi Alex Jónbrynjar. Jói Egils segir Ársæll Dimmi Alex. Eiríkur Ingi segir Alex Ársæll Jónbrynjar. Þannig að það eru mismunandi nefn að poppa upp hérna í spáum sigur og enda eru alveg nokkrir ökumenn sem að koma til greina. Ég held að það verði líka mikilvægt í kvöld að gera ekki mistök. Það eru dýrkeypt og ég er nú alveg búinn að sjá það í þeim keppnum sem eru búin að vera hér á undan í gær í bæði opnu og annar deild að það hafa verið mistök. Kannski aðeins minni í opnu þegar þau voru svo fáir en við sáum alveg slatta af útvarpsgeislum og samstuði í gær.
í annar deild. Þannig að það er svona ágætt að hafa bak við eyrað að þú finnist first you must finnist og allt það. Það sigrar ekki keppnina á fyrsta hring en það er svo sannarlega hægt að klúðra henni. Og hún er pínu trikki á fyrsta hring á köldum dekkjum þessi braut. Það er svolítið varasamt að vera ekki í aksturslínunni. Þannig að varkarni er key-atriði. Hún er key. Já, ég sagði þetta eitthvað kolvitlaust. Við skildum hvað þú varst að meina. Já, ég held að sjá hvað Alex gerir þarna á fyrsta hring. Hann er að koma inn í skrúfuna. Ég held að, já, er hægt að kalla þetta eitthvað annað en skrúfuna? Nei, korkskrúfuna. Korkskrúfuna? Það heitir það á lensku, korkskrúfu, ekki? Jú. Heitir það vissulega. Myndi það ekki þýðast á íslensku sem tapatogari? Það er spurning, hvað gerir Alex? Hann settur 1:21:3. Það er hörkutími. Hörkutími, hraðar en allir tímar í gær í annarri deildinni. Þetta er bara strax sterkur hringur hjá honum. Ekki spurning. Sjáum hvað Dimmi gerir. Hann var hraðastur í æfingum. Hann er að starta hring og er eftir fyrsta hringinn 0,3 á eftir Alex, 3/10 og Ársæll 3. Skáðan fer henni út af, þannig að það skýtur dekk. Það er óvíst að hafa bæti tíma sinn á þessu hring. Já. Ég held að það verið að teljast. Já, hann er bara farin að sviga og hreinsa dekkin. Við skulum kíka á hvað er að gerast hjá honum Ársæli. Hann er að koma hérna í næst síðustu beyguna. Ég veit ekkert hvort hann sé upp á sinn fyrri tíma, en sjáum hérna, kemur í síðustu beyguna. Á streitið. Hann gerir fyrir Yamaha Racing. Nei, hann bæti sig ekki. Hvað gerir Eiðudagi? Hann bæti sig ekki heldur. Skulum sjá hérna. Ari og Brynjar sé eitthvað að bæta sig. Já, Brynjar bæti sig hálfa sekundu og hoppar upp í 4. sætið. Já, er spurning hvort að Dimmi gerir eitthvað. Það er nóg að tilraunum hérna, þetta er stuttur hringur. Já, algjörlega. Að gera mistök á síðasta hring. Svona missir bílinn aðeins í smá slætt þegar vítt, þannig að ekki að tapa einhverjum 10 hlutum hana. Já, hopp. Hann bara beint á pulsuna. Nei, og snýr bílnum. Þetta var ekki smá floti mynd maður. Já, hann bara hvarfi í einhverju ríkskýi hérna. Já. Dekkin orðið vel steikt. Spurning hvort við hoppum á Sæla, sjá hvað hann gerir, hann er að koma yfir línuna. Sýnist hann ekki vera að bæta sig. Nei. Það er erfitt að húka upp heilur hring hérna, Ingi. Já, algjörlega. Það er, já, þú veist, hún er, eins og ég segi, allavega mín upplifun að þessari brauti er að hún refsar rosalega fyrir að yfirkeyra og það er nú klassískt að maður yfirkeyri í tímatöku. Já, til þess að gera það svona eiginlega. Akkurat, en það er nefnilega málið. Maður þarf að vera pínu agaðar á bremsupunktunum og að því það er svo mikið af exitum út úr beygjum sem er í key-atriði og þannig að þú veist frekar að bremsa aðeins fyrir heldur en seint og ná góðu exiti því að þú tapar miklu meira því að missa apexið heldur en að ná góðu exiti. Það segir sér sjálf.
Þessi braut er alveg einstaklega að trikki hvað það var. En sjáum hérna, Ársæll er á fjólublóðum. 2 beygir eftir. Sjáum hvort hann á að halda þessu síðasta beygjan. Smá skrik hérna í exitinu. En ég held að hann sé klálega að fara að bæta tíma. Það er bara spurning hvort það dugar á pól. Gerir það ekki. Alex spila með góðan síðasta sektor hérna. Já, algjörlega. Það er náttúrulega sko Ferrari með rosalega gott upptak. Þú veist, eins góður hann er í startinu, þá er hann líka rosalega góður út frá hægum beygjum, því að hann er bara þannig gíraður, þannig að það er mjög erfitt að toppa síðustu beygjuna, þú veist, að þú ert að miða við Ferrarín, sko, þannig að maður þarf að eiga eitthvað inni fyrir síðustu beygjuna. En hann hofar upp í annarsætið. Bergur spáir Alexi sigri, Dimma öðru og Sæla þriðja. Þetta er samt enga síður, frekar jafnt á toppnum. Þetta er ekki nema, þú veist, þetta eru 3/10 hlutar frá fyrsta í þriðja sætið og hálf sekúnda í fjórða. Það er klart að Dimmi er að reyna að kreista allt út möstunni. Skvettir sandið út úr beygjum alveg á austunöf. Já, það er spurning hvernig staðan á dekkjunum hjá honum er. Hann er búinn að fara svolítið á tvítt og taka nokkra snúninga. Sjáum að Alex er komin inn í pit. Hann hefur gert ykkur mistök greinilega. Það er líklega einum hringi viðbót. Ef hann fer að drífa sig úr pit þá nær hann því kannski, en hann fer að jú, hann er greinilega lagður af stað fyrir loka hring. Ætti að ná því, það er 1,5 mínúta tæp. Eftir þessari tímatöku. Sjáu þetta, tæpur. Sjáum hvort hann á að gera eitthvað á næsta hring. Það er eiginlega eitthvað komið fyrir þessi hring því að hann var 4,8 off á tímanum. It's now or never, sem maður segir. Já, it's now or never. Þetta er síðustu hringurinn að stimma. Hann þarf að negla eitthvað saman. Kíkja hérna Ársæll í leiðinni. Hann er á fjólublöðum, Ársæll. Klára síðasta sektor, en við vitum að Alex er rosalegur á síðasta sektor. Sjáum hérna, ein beygja eftir. Gotta make it perfect, koma svo. Hvað gerist? Bæti tíman, en þetta er 0,035, það er ekki nóg. Enga sér, smá bót, en hann er einum hringi viðbót. Og sjáum Dimma! Við þurfum að fá replay á þetta, maður. Alltaf kom tap á tógarinn. Sjáum hérna að replay á þetta. Dimma er að koma hérna upp brekkuna. Kemur í korskrúna. Og byrjar, já, hann bara missi bílinn á leiðin inn í korskrúna. Ingi, þetta er tappatógari. Við höfum örgulegt að mismenn okkur ef við ætlum að halda þessu áfram. Klálega. Segja eitthvað allt annað. Lossar hérna, hann er að koma í korskrúna. Er hann á fjólubláum eða hvað? Já, hann er á 0,008. Hann er greinilega með fyrstu sektorina á hreinu, en hann er að tapa mestu tíma í síðasta sektor á Alex. Síðasti séns. Síðasti séns til að bæta sig. Ég held að þetta verði tæft. Styttir hérna leiðina hægra megin. Nei, hann nær ekki að bæta sig. Þannig að, já, þar hafið þið það. Við skulum bara snöggast kíka hérna á úrslitin. En það er hann Alex fyrir MSTB Racing á Ferrari sem að toppar tímatökuna með 1:21.376. Þrjusutími hjá honum. Annar fyrir Yamaha Racing, það er Ársæll og hann er
Já, 0,2 tíundur fyrir aftan hann. Síðan er það Dimmi fyrir Lavasjó og síðan kemur Brynjar Péturs 4., Ari Lyngdal 5., Eiður Daði 7., Gunnar Karelsson 7., Jón Brynjar 8. Og þar hafið þið það. Já. Þá ætla ég að fara... Fámennt en góðmennt. Fámennt en góðmennt. Þá ætla ég að fara að resetta lobby. Ertu með þessa uppröðun á hreinu? Já. Geggjað. Komið með hérna screenshot fyrir rammi. Ívari Þór sagði nákvæmlega þannig, tapatóri. Binni að gera grína mér. Mikið exitum út úr beigjum. Hef ekki kynst beigi sem hefur ekki exit. Já, þú veist hvað ég meina, við erum að tala um það sem að exitið skiptir meira máli heldur en innkoman. Já, við höfum alltaf gaman að þessu hérna í Gran Turismo samfélaginu. Já, það verður að hafa þetta léttu nótunum, ekki spurning. Já, Bergur er hérna mættur að styðja bróður sinn sem er á pól. Er það í fyrsta skiptið á þessu tímabili? Nú bara mannið það ekki. Ég er ekki frá því. Ég er náttúrulega með svo mikið gúbbi fiska minni að hérna, ef það gerist ekki inn í 80s þá mannið það ekki. Nei, ég segi svona. En við skulum bara hoppa á braut og fylgjast með ökumönnum. Taka nokkra uppbytunarhringi á meðan að Gunnar stillir lobbyið og raðar upp keppendum. Þeir eru svo fáir þannig að þetta tók enga stund. Þá ætla ég bara að bomba mér í smá spons hérna shoutout. Algjörlega, láta það flakka. Eins og þið vitið, þá er fyrst þetta sponsuð af nokkurum frábærum aðilum. Þeir eru með Autocenter sem að útvega alla verðlaunagripina sem að vera síðan. Þetta er á lokahóðinu okkar, Q4. Svo er Classic Detail. Ég heyri strákana segja það í gær að þeir eru búin að uppfæra alls konar hérna hjá sér, vefsíðuna og fleira. Þeir gefa topp 3 alls konar seinsefni. GT Akademian gefa topp 3 60 mínútur hjá sér í hermónum. Kaldi er auðvitað með verðlaun fyrir topp 3. Krafti er svo með afsláttarkóða GTS Iceland og gefur síðan sigurvegara deildarinnar gönguskó eða gjafabréf, það aftur að koma í ljós. MS gefa svo varning til sigurvegara tímabilsins líka. Svo verkfræðistofa Reykjavíkur með kassa af drykkjavarningi til sigurvegara tímabilsins og svo er Yamaha á Íslandi með gjafabréf. Það verið 10.000 krónum til sigurvegara tímabilsins. Þannig að það er alls konar gullmólar hana. Endilega að tjekkja á þessu. Er hérna afsláttarkóði á teiknun á húsi á verkefnastofunni. Já, við þurfum kannski að plugga því næst. Ertu í ykkur hugleiðingum mikið? Nei. Það skort nokkra kúlur upp á það. Já, þetta er erfið markaður. En ég er að pælja að fara að starta þessu. Klukkan er orðin 21:46. Ólafur spáir Dimmey, Alex, Ársæll, / Ari. Skástrík, má það? Æ, þessi spáir er ekki gild, Óli, þú eru ákveði, það er ekkert, þú veist, prósentir hlutvöldin er að aukast verulega og þannig að bæta 2 í hver sæti, skilur, þannig að þetta er ekki tekið gild svona. Nei, þú hefur 10 sekúndur til að ákveða þig, kannski bara 5. Rétti hvenær ljósin birtast. En, nú kviknar á ljósunum, þau eru komnir á ráslínustrákanir. Let's go racing. Við erum hérna á Laguna Seca og fyrsta beygjan er Tricky á fyrsta hring og skiptir öllum mál að komast í gegnum hana. Það er ekki að spyrja því að Ferrarín ríkur á stað. Já,
gjörsamlega og sýnist, já, þetta bara gekk mjög herramannslega fyrir sig og það komist allir í gegnum fyrstu beyguna nokkuð heilir. Gunnar var aðeins vítt, smá kontakt með Jóni hann í bakgrunnum. Akkurat, það fór smá vítt að út fyrir fyrstu beigunni en engin árastrar, það er fyrir öllu. Það er fyrir öllu. Við sjáum að Alex er að keyra á medium. Ársæll er einnig á medium. Dimmi er líka á medium. Og fyrsti maðurinn á hard er Ari Líndal. Síðan er það Brynjar Péturs, hann er á hard. Eiður á hörðum. Jón Brynjar á hörðum. Gunnar er á medium. Já, top 3 eru strax búin að skilja sig svolítið að. Já. Það eru bara nokkuð þétt. Dimmi er rétt fyrir aftan Ársæll. Og Ársæll bara komin í skottið á Alex. Já, þetta minnir mig bara á síðustu keppni. Ég voru hann að 3 að berjast lengi vel. Á Interlagos. En Alex klálega, Ársæll svolítið tjúpur hann að spyrja hvort að Dimmi ná að vippa sér á innri. Nei, ekki alveg. Klósi hverfur hann svolítið. Svolítið sætis út úr beginni hana. Skemmtileg hljóð í Ferrarínum. Hann er komið 1,5 í forskot núna. Hann hefur náð að setja saman góða beygjur hann Alex og slíta sig hans frá Ársæli og Dimma sem eru í hörku baráttu. Það munar að vera ekki með ökumannin í speglinu hjá sér, geta fókusa fram á við. Algjörlega, bara góða fréttir ef þeir fara að berjast fyrir aftan hann. Já, algjörlega, það er bara góða fréttir fyrir Alex. Sjáum að Dimmi er með svaka pressu. Líka bara þetta milli MS liðsfélagana hérna fyrir aftan, Brynjar og Ari. Setast það sem borðið Dimma hérna og sjáum hvernig hann taklar þetta. Það er ekki nógu nálægt til að reyna að bremsa segna hérna í þessari beygju. Jóhann ekki spyr hvort að Viktor sé hættur. Hann allavega tekur ekki þátt í kvöld. Annars held ég nú ekki. Meiri hef ég ekki heyrt allavega. Við vonum ekki. Það er gaman að hafa með og væri synd að missa sterkan ökumann eins og Viktor. Þannig að við sendum honum bara kveðjur og saknaði kveðjur og vonum hann mætti í næstu keppni. Fylgist nú með, við erum að koma að korskrúinni og þú getur kannski betur fengið tilfinningu fyrir droppinu sem á sér stað. Maður fær bara svona hálfpartinn í magan að horfa á þetta. Já. Hvað þá í VR, ég get ekki ímyndað það. Hann hendur sér nálagt en engin tilraun til framárasturs. Já, meðan er Alex bara farinn, sko. Já, þetta er akkord. Sjáðu Dimmi komin inn að fram úr, já. Náði góðu exiti og drafti og skellti sér fram úr áður bara á hæðinni, basically. Ég held mögulega Ársæll hafi skynjað að Dimmi var með aðeins betra pace. Já. Og hafi slegið af og hleypt honum fram úr. Já, það gæti verið. Þetta er komið pínu óvart þetta gerðist. Mér fannst hann ekki verið það miklu drafti en ég held að hugsanlega þú sett að hitta naglan á höfuðið. Það þarf að hugsa aðeins dekkinn og líka tíman sem það getur verið að tapa á Alex með því að berjast svona snemma. Algjörlega, það er bara 10% keppni búin. Það er nóg eftir og sjáum hvort að Dimmi ná eitthvað að hala hann inn.
allavega hann að koma úr slipnum frá Ársæl, þannig að Já, hann var kannski með meira pace. Lexusin ekki alveg að finna sig hérna. sjáum hérna að hann með rúmar 3 sekúndur á dimma, hann Ársæl. Nei, fyrir ekki hann Alex. Mástu auga á þessu, sjá hvort að tíminn droppa eitthvað niður á næstu ringjum. Já, Ívar bendir hérna á að Brynjar búinn að detta niður í 8. sæti. Hann hefur lent í einhverju hérna fyrir aftan Ara. Já. Greinilega gert mistök. Ég veist að Lífsælinir hafi eitthvað verið að slást of mikið. Já, hvað veit maður? Hvað veit maður? Það er erfitt að spá fyrir það sem maður hefur akkur enga hugmynd um. Eintómar ágiskanir. Þetta kemur allt ljós eftir reis. En ef þið vissið ekki að það eru post-race þræðir á Facebook eftir hverja keppni. Það var hægt að sjá svona aðeins inn í huga ökumanna. Og svo líka bara, já, gaman fyrir ökumenn aðeins að koma sínum pælingum frá og ég fæ svona, þegar ég svona posta þá fæ ég svona oft svona closure, tengir ekki við það, Ingi? Jú, stundum. Ég hef bara ekki gengið það vel undanfarið ef ég hafi fundið löngunina til að posta of mikið. Það kemur í bylgjum. En sko, Þetta er súrt og Gunnar, sætt. af því það er svo gaman að skjóta á vini sína hérna til þess að það heiti post-race þráður. Það er nú ekki keppnin að vera búin. Já, þetta er hérna... Það var alveg slata ringjum eftir þegar post-race þráðurinn var komin upp í gær. Þannig að það var kannski meira svona á meðan á stendur race þráður. Já, kannski einhver keppandi hérna ná að henda bara í einn post á meðan reisinu stendur. Nei, ég alveg sagt ekki það áhörundur að þetta er bara merki það hvað Gunnar stendur sig gríðarlega vel í sínu jobbi. Að hann er búinn að því sem að flestir gera eftir á áður en að, já, þannig að ég bara klapp fyrir þér. Nei, takk ekki minn. Þetta er fallega sagt. Maður er bara að róðna hérna. Já, nákvæmlega. En hvað stöndum við í keppninni hérna? Þú slóst með út í læginu hérna. Já, það er svona það verður að pankast í liðinu. Ég sko, það er ekki droslega mikið baráttur akkurat núna. Jú, Gunnar Karelsson og Eiður Daði eru að dansa og það er Gunnar sem er að pressa og ég get ekki betur séð hann að fyrir aftan hérna, reyna hann að fara inn á, nei. Sjáum hérna fyrir aftan, hér er líka hörkubaráttu, það er Brynjar Péturs og Jón Brynjar, þannig að það sem er áhugaverðast í augnablikinu er að gerast svona fyrir aftan miðju. Já, þetta er svona frekar óbreytt á topnum. Ég held að Jón Brynjar hefði gert hérna mistök inn í skrúfuna síðasta ring og mist hann Brynjar fram með sér. En við fylgjumst hérna með Gunnari nafna og þetta Gunnar á medium, Eiður á hörðum, þannig að það væri, já, Gunnar ætti nú að vera með gripið í þetta. Já, hann er að kíka. Eini herr fór hann í hann. Við þurfum að fá öndursýningu þessu. Ég held að það hefði verið smá kontakt, en hann slóði vel af. Þannig að þetta er kannski bara að fara að stefna í 3 bíla baráttu. Svo við þurfum borð hjá honum og sjá hvað gerist. Já, svolítið. En hann virðir að sjálfsögja heiðursmanna regluna Gunnar og býður. Já, nafni klikkar ekki á þessu. Nei. Enda heiðursmaður mikill farinn á ferð. Brynjar kemur hann að slætandi út úr næst síðustu beginni og nú er pressan komin á Gunnar. Svo sannlega, það er spurning hvað Eiður gerir að hann að verða innri. Sýnist ekki.
fer vítt og Gunnar kominn. Eða hvað? Og hann gefur þetta eftir. Það er smá update á topnum. Dimmi er kominn innan við sekundu fyrir aftan Alex. Já, herru, og ekki nóg með það. Var hann ekki fyrir aftan Ársæl á hann? Ég held að Ársæl hafi hleypt Dimma fram úr hann. Jú, sorry. Þriðja hring. Það er alveg rétt hjá þér, við horfum á það, töluðum það, svo bara, hvað er það? En já, það spurning hvort að Alex hafi gert einhver mistök. Það hlýtur að vera, hann á komið hátt í 4 sekúndna forskot. Já, svo sjá þegar að laptæmi kemur upp núna, hvað tíman er að setja. Já, hann er alveg sekundu hægari á síðasta hring, þannig að það er spurning, hann var nú alveg með 3 sekundur enga síður, þannig að já, það er spurning, við þurfum að fylgjast með þessu. Já. Þetta er klálega að spila svolítið upp í hendunum á Dimma, hann er að fara betur með dekkin, þekktur fyrir það. Alex betur með bensínið, segi ég. Já, herru, býtu, Ívar bendi mér á að ég var að horfa á tímana hjá Dimma, ekki Alex. Ég skulle kíka á Alex, já, 1:27 síðasti hringur. Alveg bara hárrétt hjá þér, Ívar, takk fyrir. Þarna eru þessar 4 sekúndur sem voru að leita. Já, þarna kom útskýringin. Fyrst fálátt að þessu. Hann hefur greinilega sennilega farið bara smá út í sandinn en Alex, það er ekki, það er svona líklegast til að kosta maður 4 sekundur þegar maður snýr bílum og gerir eitthvað meira, það tekur meiri tíma, þannig að hann hefur sennilega tekið smá sandífu. Sjáðu hvað Alex er að græða á síðasta sektor, þetta var hálf sekund. Ferrariinn er ekki að djóka á þessum síðasta sektor. Nei, nefnilega ekki. En nú er bara fyrir Alex að halda haus og láta þetta ekki hafa áhrif. Halda áfram að sækja. Mér sýnist að vera að gera það. Kom með 1,5 sekundu. Alex er ennþá að elta sinn fyrsta sigur. Hann er búinn að ná í silfur og brons og vantar bara gullið. Já, Eiríkur Ingi segir hérna að Alex hafi sennilega tekið tapatökarinn á þetta. Það gæti verið. Það er stórhættulegt að bremsa og seint þar. Það lendir í vandræðum. Það er bara svo auðvelt að vera tæpur og í vandræðum á mörgum stöðum. Ég held að hver einasta beygja á þessari braut er trikki. Það er bara þannig. Það er kannski þess vegna sem að sumir eiga eru með Laguna Seca því að það er oft þannig ef mönnum langar að ná tíman þá að yfirkeyra bara meira og meira en trikkið er eiginlega að pull it back a little bit. Hugsa að ná góðu exit út úr beygjum. Það þýðir ekkert að byrja að yfirkeyra brautina, þá nærðu bara engu sambandi við hana. Það er rétt. Það er hérna smá baráttu 5. sæti. Gunnar og Brynjar eru komnir fram úr Eið. Já, og mér sýnist Gunnar bara hleypa honum Brynjar hana fram úr. Já, mittindekkin orðin slitinn. Og Brynjar að vinna sig upp hópin líka. Komin úr 8. sæti upp í það 5. Við skulum sjá hérna. Passa okkur á ég að missa ekki af. Alex. Það er spurning. Mér finnst að ég er bara tæpur núna 2 hringi í röð meira á þessu hring heldur á hringnum áður. Akkúrat þarna. Skilja skýtu dekk núna. Spurning hvað reynir Dimmi, hann reynir Switcheroo.
Það er ekki nógu góð óðalappi fyrir hérna utan Alex Vera að vinna verði. Og aftur Ferrari rosalegur á línunni. Já, það er svona þegar það var með vélina á afturdækjanum gott sem, það gripið og svo bara gýrunin, hún bara það ríkur á stað þessi bíl. Endar það kannski ekki sterkasta liðina, en það er ekki vandamál á þessari braut. Nei. En nógu taugið. Ég veist að einhver noti sjötta gírinn hérna. Já, kannski einhver. Hann er allavega ekki mikið notaður. Nei, það er bara þannig. Þetta er hörku barðaðina. Alex er greinilega að finna fyrir pressinu frá Dimma. Og Dimmi þeytir sand yfir loftið. Einhver var að tala að það væri jafnvel hægt að nota dirt dekkin bara á þessari braut. Já, menn eru meira utanvegar heldur en á malbíkinu klálega. Þú ert nú öllu vanur í rallinu, þetta er kannski að prófa að taka hring fyrir utan hringinn. Utanvegarakstur. Utanvegarakstur. Sá hvort það græðir eitthvað að því. Akkurat. Það væri samt alveg pínu áhugavert að taka rallybíl og keyra meðfram brautina þarna hringinn. Já. Ég held að það væri mjög skemmtilegt sko. Svona, já. Nú er ég náttúrulega mikill dörtmaður. Ég hef verið að halda út í svona Íslandsmeistaramóti í rally hermiakstri. Já. En ekki alveg nógu hrifinn af rally fítusnum hérna í Gran Turismo. Sjáu Dimma er að sækja, Alex Ver. Já, ertu svolítið dirty í kallinn? Já, dirty, alltaf dirty. Alex er að... Hann er á limminu sko. Já, það er greinilegt að pressan er að þessa stríðunum. Hann er verið að ströggla svolítið með tapatógaran. En er að negla svolítið vel núna. Já. Og ávæntanlega þennan sektor er að byggja upp eitthvað bil hérna. Sko, það er líka að fara að sjá verulega á dekkinum hjá honum, hvernig eru dekkin á Dimma. Dimmi er í töluvert betri stöðu með dekkin. Það er spurning, Alex tekur hringi viðbót, ég efast að taka hjá hann eins og staðan er. Einhvern veginn líður mér eins og ég hafi heyrt þetta áður. Dimmi í betri stöðu með dekkin. Já, það verður að segjast að það hefur nokkuð oft heyrst. En Alex er með betri bensinstöð eins og ég sagði á hann. Þetta gæti jafna sig út. Kemur allt í ljós núna. Spurning hvort að Dimmi þrauk ekki nokkar hringi viðbót. Reynir er hálfgert overcut eins og hann gerði síðast. Já, mér þykir ekki ólíklegt að hann keyri aðeins lengur með dekkjastöðuna, en ég held að Alex sé í mikilli hætta á því að tapa ómiklum tíma ef hann hangir út í mikið lengur. Það virðist vera svona, já, svona, þú komin að þetta stig, þá droppa dekkin rosalega hratt í gæðum. Já. Sjá hvað Alex gerir, hann fyrir hérna. Jú, hann fyrir hálfkilla. Fyrir næstu inn bara á sandinum. Já, ég held að hann hafi, fyrir utan að hafa þurft á dekkjum að halda. Ég held að það sé gott fyrir hann að fá smá pásu fór á þessari baráttu, reyna að endursetja aðeins hausinn, ná flæðinu aftur. Það getur mjög erfitt þegar maður er komin í þá stöðu að vera bara stöðugt með einhver fyrir aftan sig, fastur í að yfirkeyra. Það er erfitt að ná sér úr því, en bara við það að fara í pit getur verið nóg til að endursetja mann. Það er svolítið skemmtilegt að skoða hérna að þú flakkar á milli Dimma og Ara og horfir á dekkin hann.
Það ekkert rosalega mikill munur á milli versta dekki, já, hægra framdekkinu, versta dekkinu. Já, Dimmi á medium, Ari á hard. Vá. Sjá, Alex kemur út á hörðudekkjum, kemur hérna út beint fyrir aftan Eið. Það getur nú orðið eitthvað. Já, hann fór á hörð. Samina, nei, hann ætlar ekkert að gefa þetta niður. Eða hvað, Alex er sennilega betur exit þarna, já. En ég meina, Dimmi var bara hálfa sekundu fyrir aftan á náðan, þannig að þetta geti tæpur. Dimmi kominn í pit. Dimmi kominn í pit, já, tekur einn hring í viðbót. Það er spurning hvort Dimmi fari beint á mediumdekkin. Hvort hann fara á hörðu eins og Alex spari mediumdekkin hann til í lokin. Já, gætir, hann ætlar að vita ekkert hvað, já, hann gætir nú reyndar alveg vita hvað Alex er á. Það hann færi það upp á skjáni á sér, ekki nema sem í VR, en gæti verið sniðugt að taka ekki sama strakt á Alex. Já, sjá, Dimmi að koma henn út á hörðudekkjum. Já. Þetta er svo skemmtilegt pit exit. En það er sennilega bara skemmtilega fyrir okkur áhörundur að fá það á sömu dekkjunum því að meiri líkur að það berjast lengi. Það er þessu, Alex er með inn í línuna og já, Alex hefur þetta. Vá, tæpara gat það ekki verið. Vá. Það er bara... Vöi, Alex er vítt, Alex, hvað er þetta að gera, elskuvinnur? Var kontakt. Sjáu það í replay. Góð. Og sá, fylgist hennar með. Sjáum Dimma, fylgist honum. Hann fyrst smá aftan í hana. Ég get ekki betur séð. Já, þetta er smá kontakt. Sjáum hérna, mér sýnist Dimmi vera að hleypa Ara jafnvel fram úr. Nei, heyrðu. Já, hann mun þurfa að hleypa hann fram úr núna næstunni af því að Dimmi kom með 1,5 sekúndu í penalty, ég veit ekki hvernig hann fór að því. Og hann er sannlega truflað hann eitthvað. Dimmi var bara einn á braut, hann hefur gert ykkur mistök. Hann hefur skorið einhver brautamörk, hann hefur kannski verið að horfa í baksýnis speglun og sjá hvað Alex væri. Já. Dimmi er nú heiðursmaður, þannig að hann má segja hann hafi refsað sjálfum sér. Já, ekki bara með eitt sæti, heldur 2 ársæll komið fram úr og á mediumdekkjum. Akkurat. Þannig að the man on the move akkurat núna er þá endalega ársæll þar sem hann er á mediumdekkjum. Þetta stefnir aftur í svakalega baráttina, Ingi, við fáum ekkert breyk. Svona viljum við hafa það. Já, svona viljum við hafa þetta. Það bara endar út á túnni, það er ekkert að gerast. Það veit ekki hvað maður að segja. Það fyrir maður bara að bladra eitthvað algjörð dröfl, sko. Akkurat. Núna verður spennt að sjá hvað Ársæll gerir á mediumdekkjunum. Hann mun væntanlega hjálpa Dimma þegar þeir byrja að slást, sem ég tel vera óumflýjanlegt. Já, ég sammálaður þar. Ég held að sé óumflýjanlegt að þetta sé að fara í baráttu. Alex fær engan frið. Óli segir hérna að Dimmi hefur líklega farið á vítt til vinstri fyrir corkscrew. Já, gæti verið. Já, ég er bara ekki kanna þetta svæði almennilega sjálfur. Svona fátum refsingar hérna á þessari braut. Já, svona maður er ekki mikið verið varfiðar en það eins og alls það þá er það í boði ef þú leitar eftir þeim. Óli hefur greinilega verið að leita öllum refsingunum hérna. Þannig að þið vitið hvernig á að spyrja. Ég hanga allt það. Sjáum Alex fyrir vítt hérna sæla, finnur fyrir pressunni. Já, með skítu dekk fyrir aftur vítt. Næja, það er kannski bara trikki fyrir hann núna er bara að reyna að hanga í Axel. Nei, fyrir ekki Ársæli, Axel, því að þetta kom. Já, nú.
Ég strekki maður það, ég hef ekki soðin á vel síðustu nótt. Annarkvort það eitthvað í drikkniðin. Hvaða drikk? Kaldi að geta sponsa mig. Nei, ekki mig heldur. En þeir eru að sponsa strákan út á braut. Já. Og talandi kalda sko, ég get alveg sagt þér að ég væri alveg til að hafa einnig við það með núna. Úff. Er þetta ekki heimabjórinn? Nákvæmlega. Eða hvað, er Víking meiri heimabjór? Hvað? Já, takk fyrir að segja að kaldi ekki á Akureyri, hann er rétt fyrir utan bæinn. Já, ok. En enga síður stolt norðamanna. Því allt þetta fyrir norðan henni í Eyjafirðinum. Jú. En það spurning sko, ég held að þetta sé bara heitt besta mál fyrir Alex að Ársæll hafi verið framhóðin. Því að ég held að hann hafi verið að keyra ómikið hugsandi það sem hann gerast þér aftar sig. Og núna hefur hann gulrót og það kannski, já, kemur honum á réttu brautina aftur. Já. Og það er vissulega gott að hafa gulrót fyrir fram að sig sko. Ég sjálfur lemdi svolítið með því að ef ég er í svona no man's land þá bara svona fer ég að keyra safe á þess að fatta það. Einmitt, maður er ekki með neitt marker sko. Nei, nefnilega sko. Og það er vissulega meira vænlegt til sigurs að hafa markerinn fyrir fram að sig heldur en aftan sig sko. Ég kalla þetta að vera með gulrót og vera með anti-gulrót. Ef það hvernig fyrir aftan eða með anti-gulrót og fyrir fram að það með gulrót. Þetta er geggja líka. Já, svo er náttúrulega Ársæll er náttúrulega á miðvikudaginn líka, þannig að þetta er svona, þú ert ekki beint að berjast við Ársæll. Já. Eða hvað veit maður, hann er nú bara hanga verulega. En sjáðu, já, það er nákvæmlega sem ég ætla að segja, sérðu, hann er að hanga í honum. Þetta er algjörlega búið að gjörbreyta hvernig hann er að keyra. Því að nú er pressan á Ársælli ekki alveg sig. Og það er náttúrulega, þetta er náttúrulega bara mjög gott ef hann er að hanga svona í honum því að hann fer svo aftur á mediumdekk og Ársæll þarf að fara á hörð. Þannig að þetta er alltaf að vinna með honum. Þótt þetta hafi verið svolítið að vinna mótornum fyrir nokkur hringi síðan. Svo er Óli hérna með skemmtilega pælingu. Hann spáði því að Dinni muni taka undercut á Alex. Já. Aftur komið ljós, hann náttúrulega keyrir aðeins lengur á miðvikudaginn heldur en Alex. Hann er að fara 15 hringi á miðvikudaginn, þannig að hann ætti að taka einn hring aukalega eða fara fyrr inn, sem sagt. Já. Á hörðudaginnum og losa sig við þau, en ef það er satt ekki nema einn hringur þá þarf hann að vera aðeins nær því að hann kemur út á köldundekki og hann kannski nær ekki hröðustu hringjunum alveg á fyrsta hring, en við sjáum hvað gerist. Þetta er spennandi, það er hérna hörkubarátta top 3 sætin. Þetta er rosalega spennandi, þetta er það er búin að koma upp alls konar sviðsmyndir hérna í keppninni. Heldur betur. Þóttum sé fámennari en venjulega. Þá er þetta alltaf tætt á topnum. Sjáum sko, þetta eru 1,9 sekundur í dimmar. Þetta er bara búið að halda svona í kringum 2 síðustu hringi. Já. Alex tekur smá svona skrik. Tíminn fellur niður. Þó. Dimmi hennar laus. Þetta er alveg konfekt að horfa með honum dansandi á brautinni. Já, það er spurning, hann svona finnur kannski fyrir því að þeir eru að fjarlægast hann. Þá er maður svolítið hættur til að yfirkeyra. Já. Það eru alveg fundið fyrir þessu sjálfur. Algjörlega. Já, sérðu, þetta er komið upp í 2,6 sekundur núna að bilið. Já,
Já, ég hef oft hugsað það sko, maður á það rosalega oft til að yfirkeyra og í tímatökum og svo kemur inn í lobby og vill vera hraður. Ég hef oft hugsað með mér sko, ef ég gæti nú bara keyrt alltaf eins og ég keyri áklapp því ég ekki að flýta mér, þá ég alltaf miklu hraðari. Bara, það keyrir þetta fína, klína áklapp maður og svo bara fyrir allt í ruglamanni. Það oft þannig. Sumir eru betur undir pressu heldur en aðrir. En eins og Carlos Sainz kallar það, þetta snýst allt að vera smooth operator. Við kannski hvílum okkur aðeins á toppbaráttunni, aðeins toppbaráttum 7. sætið. Já, endilega. Það Auðvitaði sem að pressa Gunnar. Já, þetta í rauninni búin að snúast við. Það var Gunnar sem var að reyna að komast fram úr Eið áðan þegar Eiður var á hörðum. Já. Og Gunnar á medium. Og nú bara dæmið gjörsamlega búið að snúast. Já. Skal fylgjast hérna með toppnum á meðan. Það pínu fyndið þegar maður skiptir yfir á þessa 2 bíla sem við horfa núna, hvað eru hljóðlátir. Við verum að horfa á Alex og Dimma keyra. Það bara öskra bílarnir, bæði Ferrarinn með fallit soundtons og Dimma bílna alltaf gargandi, svo kemur maður yfir á þessa. Þetta bara, eins og að hlusta á bara fjölskyldubíla keyra, sko, meðal í hérna. Tæknilega að segja, þetta fjölskyldubílar nema bara í reis. Og að reistjúna það aðeins. Hver kannast ekki það að eiga M6? Það ekkert margir sem eiga Ferrari samt. Nei, hvað þá á Íslandi maður? Segðu. Já, hvað ætli það séu margir hlutir sem að halda sér á milli götu specs og Þetta rétt slapp. Mér fannst eins og þetta væri að fara að vera snerting, en ég ekki viss að það verið. Þetta var allavega slapp þetta, en tæft var það. Þetta erfiður staður til að reyna að kíkja inn á, það verður að viðurkennast. Þetta ekki besta beyginn í það. Nei. En já, hvað var ég að segja? Já, hérna. Þú varst að tala hver munurinn á svona keppnisbíl og alveg útgáfni. Gunnar Dívisir! Nei, fyrir ekki Auðvitaði, Dívisir á Gunnar. Og það drag race. Eiður, sýnist mér, að hafa þetta. Já. Kominn fram úr. Hvað ætlar Gunnar að gera? Það hann að reyna að svara. Það erfitt, hann á hörðum. Sýnist þetta að vera komið hjá honum eði. Já, Gunnar fyrir vít. Já, hann að missa það bara. Herru, nú kemur aukinn tekník kunnáttastir heldur betur. Nú ætla ég að fá replaya þessu. Yes. Hún har komið með markerinn. Akkurat, skulum kíkjum borð hjá honum Eiði og sjá hvað gerist hérna. Hann svolítið, þetta svolítið dífa, en hann ekkert að negli hann. Það smá snertingana á leiðinu út úr beyginni, en ég myndi alveg segja það sleppi. Já, það var svona að vera Verstappen bragur í þessu. Ekki óhætt að segja það. En byrju fyrir ekki, hvað að gerast? Nei, já, vá, ég veist ekki að var þetta að horfa á replayið aftur. Já, nú. Við erum búin að komast að því, það að horfa á sama replayið tvisvar. Þú voru mismunandi sjónarhorn. Greinilega. Ok. Maður ítir á, sko, sama takkan og maður velur tímastenglinguna til að enda replayið og til að byrja það. En ef þú ítir bara aftur á hann, þá kemur hann aftur, sýnist mér. Já. Maður alltaf að læra eitthvað. Hérna í beinni, instant replay. Já. En hvað ætlaði ég að segja, Ingi? Maður fær bara ekkert hreint loft hérna.
Það sem að þú varst að tala um og við vorum að tala um sem sagt, ef þú átt M6 og varst að keyra niður Laugaveginn, fyrir munun á honum og M6 sem við erum að horfa hérna, keyra á Laguna Seca. Já, hvað eru margir partar í bílnum sem eru nákvæmlega eins? Prósentu. Það er ekki mikið held ég. Alls ekki. Það er allt rifið innan á bílunum. Þú veist, ég veit ekki einu sem ytra body, hvort það svissi út og fá eitthvað annað léttar efni eða... Já, þetta er allt eitthvað karbon, eitthvað. Þú veist, það er hugsanlega, þú veist, eitthvað pínlítið. Rúðunar. Já, Ljósin. Rúðunar, ljósin, kannski einhverju vírar. Já, en make no mistake, þetta er ekkert skilt. Jafnvel þóttu eigir sko BMW M-típu. Það varstu engan veginn nálægt ég var á sama bíl. Það er bara, þetta er nótt og dagur hann, þetta eru apples and oranges, eins og einhver hefði kallað það. En sjáum hérna, hann er aðeins búin að, svo hætti nú þessu blaðri, að Ásætli kom með 2 sekúndur á hann Alex, aðeins búin að auka forskotið og Dimmi er að nálgast Alex. Þannig að... Þetta er svolítið svona endurtekning frá því á síðasta stundi þegar Alex var að slíta dekkunum frá það heldur en Dimmi. Akkurat. En já, þetta er engin munur á milli þeirra, sko. Þú veist, þeir eru allir... Þetta eru innan 3 sekúndur frá fyrsta niður í þriðja. Já, þetta er engin munur. Þetta er bara algal opið. Engin munur, ekki frekar en í þeirri keppni. Ívar hérna segir að ekkert diss á þýska stálið. Alls ekkert diss, klárlega ekki. Það er, ég er sjálfur á BMF aðeina. En hérna, klárlega ekki. Berlína bollan stendur fyrir sínu. Já, ég er farin að halda að hérna Óli hafi verið með mjög sterka að spá á hann hérna Dimmi taki í undercut. Já, hvernig var það? Var Óli búinn að uppdata spanna sína eða er hún ennþá ógild? Nei, hún er ennþá kólóluleg. Já. Það er hún seint að breyta þessu núna, Óli minn. Sorry, Óli minn. Alex út fyrir, hvað er að gerast? Já, þá fer hinn spáðan hans Óla í vaskinn. Sjáðu ríflega á þessu. Já, við sjáum ríflega þessu. Sjáum hérna Alex kemur í síðustu beina. Og hreinlega bara bremsar og seint. Að prófa þetta einu sinni enn og fá þetta úr innanborðs. Já, hví ekki? Ég skal segja ykkur það. Maður er að eisa hérna ríflega takka núna. Sjáðu hérna, bremsa bara og seint. Og fer út fyrir. Svona gera slutinir. Já, þarna hefur hann kannski verið svolítið að elta línunar hjá Ársæli, ég veit ekki. Þetta er ekki bara ekki áttað inni. En Dimmi fagnar þessu. Sem er engin spurning. Klárlega. Og hann er ekki nema 2 sekúndur fyrir aftan Ársæl. Og verandi það á hörðum dekkjum og ásatt á medium, þá verður það viðkennast að það sé svolítið góð staða. Já, klárlega. Já, Alex er ekki að tala langt fyrir aftan, Ársæll fyrir inn. Hann kom með nóg af þessum mediumdekkjum. Það er að taka 16 hringi í lokinu á hörðum. Já. Þannig að þá leiði Dimmi og Alex er kominn með gulrót aftur, staðan fyrir að berjast við antígulrót hérna fyrir aftan sig. Þannig að við sjá hvað gerist, kannski hjálpar á honum.
kannski þetta bara alltaf smetla hjá dimma, en það alveg nóg eftir ennþá. Við erum að tala 14 hringi, meira en það, 15 hringir eftir. Já, og svo ég nefni það aftur, bensínstaðan á milli dimma og Alex. Já, hún bara talsverð, sko. Það reyndar góðu punktur, því að sko, við sjáum hérna, þetta alveg slatta mikið, og hver var það ekki 1 sekúnda per 3 lítra, minni það. Þannig að ef það eru, já, það ekki þannig, er það 3 sekúndur á lítur? Nei, það eru 1 sekúnda fyrir hverja 3 lítra, held ég. Hjálpiði mér, Óli, þú veist þetta? 3 lítrar á sekundu, það ekki? Þannig að 3 lítrar á sekundu. 3 lítrar? Nei, ég var að... 3. Þú ert að endur taka þetta í vitleysi fallbeigum meðal fyrir ég sagði þetta. Við vorum að tala 3 lítra, ég ekki að segja að það eru 3 lítrar. Við þurfum eitthvað aksjón á braut, við byrjar að bylla. Já, ég verð að viðurkenna það, íslenska ekki minn sterka lið í kvöld. Það smá þreyta í gangi eftir vinnudaginn, en svona þetta bara. Þetta 3 lítrar per sekundu. Já. Yes. Þar höfum við það. Þannig að ef það dimmi á 45 lítra eftir þegar það kemur í mann, nei, getur það verið. Það stendur þetta á 45. Það sennilega eftir að hann var búinn að fylla. Ég mistaði hvað hann átti marga lítra eftir, en þú getur alveg auðveldlega að vera að græða allt upp í 3-4 sekundur bara á því að vera með minna bensín, sko. Þannig að það verður áhugavert að sjá, sko, ef að dimmi var að fara á medium aftur. Nú kemur Alex inn. Sjáum, fylgjumst með dimma hérna síðan. Setja á dimma og því að þessar 2 sekundur geta auðveldlega bara horfið í pitstopinu. Já, en dimmi með eið fyrir fram að sig. Það spurning hvort það skipti einhverju máli. Eiður nú líklega á leiðin inn. Tæpur á bensínu og dekkjum. Ólafur vil meina að þessi bensínmunur geti hugsanlega og líklega sett Alex fram úr. Já. Alex kominn út úr pit, dimmi að koma í síðustu beyguna. Nei, Alex, hann að fylla á fyrir ekki. Þetta var... Þannig að sjáum við Alex. Já, það sýnist að vera að koma út fyrir framann, en þetta verður tæft. Sko, Alex kominn fram úr. Þetta var bara nákvæmlega það sem við vorum að tala um. Það hæg bensínábending í þessum leik og þar að leiðandi skiptir bensínnotkun meira máli heldur en marga grunar. Já, það spila klálega inn í algjörlega strategíuna. Algjörlega. En þá þetta, já, staðan á braut eins og hún núna. Það allir búin að taka sitt 3. pitstop. Við erum að tala um það að þeir eru allir búin að leiða hérna Ársæll, Alex og Dimmi. Og þeir eru ennþá full on race því að Ársæll með 4,5 sekundur á hörðum dekkjum á Alex, en það nóg að hringjum eftir. Og ekki hlaupið að fara fram úr. Ekki hlaupið að fara fram úr, en þeir ættu að vera hraðari, þannig að á einhverjum 3-4 hringum myndi ég halda að þeir myndi ná honum. Já. Þetta svona í kringum sekundum munur á mediumdekkjum og hörðum myndi ég halda. Sjá það, mín er strax búið að detta niður halva sekundu. Þannig að þetta verður eitthvað. Dimmi í skottinu á Alex og Alex að sækja Ársæl. Við erum að fara að fá hörku kapasturina, klálega.
Það er alveg rétt hjá honum Óla, Ársæll getur varist eins og hundur. Það er eitt að ná ökumönnum og annað að fara fram úr. Já, það er ekkert sýtt í fyrirstöðu. Hann getur bakkað Alex alveg upp í dimma og það getur, já, komið að staða einhverjum baráttu líka. Já, algjörlega. Gera sér breiðan, setja olbán út. Alex er á fjólubláum. Dimmi er líka á fjólubláum. Já, mér þótti það líklegt og ég tókst hugsununa frá mér. Ég var að hugsa þetta og hún sagði þetta. Rólegur. Ok. Ég skal spara þennan til að síðustu. Já, þeir hérna sita. Voru þeir ekki að setja báðir hraðasta hring? Jú, basically, hann lifði nú ekki lengi. Alex átti hraðasta hringi í rúma sekundu. Þá kom Dimmi og bætti hann. Og 3,6 sekundur eru komnar í 2,3. Þannig að við erum að tala um það bara á næsta hring er Ársæll komið á skottið. Já. Og leið og Ársæll er komið með Alex í skottið, þá er Dimmi komið í skottið á Alex. Þannig að spennið í beltin, þetta verður eitthvað. 12 hringir eftir. Rosalega mikilvægt fyrir Ársæll bara að halda sinni línu. Ekki í geiga. Hægara satt gert á hörðutækjum. Algjörlega, mikið rétt. Já, þetta er að detta í niður fyrir 1 sekundu. Ég á ekki orð. Þetta er heldur betur að þéttast hópurinn. Baráttan top 3 sætin. Ársæll leiðir, Alex annar, Dimmi þriðji. Spynnum hvort við hendum okkur bara borð til Dimma. Það getur verið svolítið skemmtilega vinkill. Klárlega. Góður vinkill með góðu soundtracki. Já. Já, Ársæll er strax byrjaður að verja. Tók innanlega línu hann eins og við sáum. Og líka sko þar. Því fyrr sem Alex kemst fram úr, ef hann kemst fram úr, því betra því að því lengur sem hann fyrir aftan, þeim eykst pressan á aftan, hann er alveg bara. Og það getur svo verið svolítið riski stundum að vera millimaðurinn í svona stöðu. Það þurfa að hugsa bæði fyrir framan og aftan sig. Þetta eru 10 hringir sem maður þarf að halda út. Það er rosalegt. Dimmi skrikar aðeins hérna, mikið skítull loft hérna líka. Það má ekki gleyma því. Sjáum Ársæll. Þetta er bara orðið bumper í bumper. Menn Ársæll heldur bara racing-línunni. Það er lítið sem Alex getur gert. Nei, nefnilega. En Ferrariinn er rosalíður hérna á síðasta sektor. Ársæll tekur inn í línuna. Hvað ætlar Alex að gera? Dimmi er þá kominn inn í skottið á Alex sem að, já, fær smá svona bump. Ég á ekki orð, þetta er svo erfitt. Æ, passa sig. Passa sig. Sjáu hvað Alex gerir, hann tekur hérna utan verðið, nær hann að halda því, nær hann að láta þetta stikka. Ég held ekki. Það er þess að passa sig á snertingunum, þetta er. Já, Dimmi bumpar hann bara hana, ég held að þetta hafi bara hjálpað honum. Já, ég held að líka. Þetta voru samt fullmarga strókur, en allt fór vel. Svo Dimmi hérna, já. Tekur hann líka. Þetta var ekki það sem Alex vildi. Alex hefði viljað hafa Dimma aðeins lengur fyrir aftan Ársæll til að fá smá breathing space, smá andrými. Konungur þýðingana. Jú. En þá er spurning, ég er svona. Þetta meina að King of Bifrost eða? Sorry, ég skal hætta. Það kom söfngan sími. En já, þetta er
Þetta snúast upp í hörku baráttu. Já, og þetta svona eiginlega einmitt orðið aftur copy-paste af síðustu 2 stundum þar sem að Dimmi að elda Alex. Náði framúr í síðasta stundi, náði ekki framúr í fyrsta stundi. Algjörlega. Dekkin hjá Alex munu eyðast fyrr að ég held. Já, þó Dimmi að keyra 15 hringi á medium, Alex og keyra 14. Það jafnast kannski svolítið út. Já. En ég samt ekki frá því sko að dekkin hafi verið betri á 15. hring hjá Dimma heldur en á 14. hjá Alex. Já, ég gruna það líka. Já, þetta snýst svolítið mikið fyrir Alex að láta pressuningin á sér. Þetta ekki í yfirkeyrslu heldur halda línunum og ná góðu exit út úr beygjunum. Það er nefnilega það sem Ferrarín hefur eins og við erum búin að sjá. Ef hann góðu exiti úr beygju þá er erfitt að ná honum. Þetta er 0,8 sem er á milli þeirra, þetta er ekki neitt. Hann er að keyra vel núna Alex, eins og staðan er. Aðeins búin að búa til smá rými, þó það sé nú ekki mikið. En svo getur þetta líka bara verið sko sumi staðar á brautinni held ég honum betur og aðrir Dimma, þú veist það. Já, einmitt. Sjá, Alex fyrir það vítt notar brautamörkin alveg út í eitt. Já, hann er að auka bílið upp brekkuna. Vel gert, já, þetta er... Ég er að setja saman góða hringi í augnablikinu. Hann er búinn að ná... Hann er að detta í 1,5 sekundu. Tæpa. Ég með svolítið magnaða staðreynd fyrir okkur. Það eru 18 að horfa og það eru 18 like á streaminu. Við erum að tala 100% like status. Það er rosalegt. Ég held að það sé bara... Gæti hugsanlega bara verið heimsmet á YouTube. Ég held að... Það er bara stórt klapp á ykkur áhorfendur. Algjörlega, takk hérlega fyrir það. Big like á allt þetta like. Eins og maðurinn sagði, Dimmi með svakalegt moment annað, ég veit ekki hvort þú nærði í endursýningu. Sjáum til. Má sjá, kemur hérna. Jú, við náðum þessu. Vel gert. Sko. Menn sé að smá slætt hjá Ársæli líka þarna, en ekki eins mikið. En Alex er búinn að auka bilið með þessu. Þetta er komið upp í 2 sekúndur. Þetta er að vinna með honum eins og staðan er. Það er bara spurning með þessa síðustu hringi sem hann virðist vera í pínu basli með við Dimma. Það eru 7 hringir eftir. Ja, það er að detta í það að vera 6 hringir eftir. Við erum á síðustu beygjunni hérna. Og Ársæll er ekkert langt fyrir aftan ef að skyldi eitthvað gerast. Og sjáum hérna að þeir eru að það byrja að fara að hringja á Jón Brynjar sem er byrjað að fá blá flögg. Og eins og staðan er núna er mjög mikilvægt að hann taki eftir þeim og hafi ekki áhrif á þessa baráttu. Algjörlega, en þetta getur verið svona sjónræn truflun. Algjörlega, jú, hann víkur hérna, þetta er vel gert hjá honum, virkilega vel gert hjá honum. Mjög fámlega gert, þeir kunna þetta strákanir. Algjörlega, þetta... Hann þarf að gera það sama fyrir Dimma, hann gerir það ekki bara á uppleiðinni hérna, hann er hvort þeir ekki í neitt í baráttu, þannig að hann er ekki að tapa einu en einu á því að víkja. Já, hann er hvort hér að næst. Þetta er svona heppilegur kafli á brautinni. Það fer vel til hægri. Já, vel gert.
Algjör fagmaður hann, Jón. Akkurat. Já, Dimmi komin aftur með 2 sekúndur. Þetta er ekki búið. Alls ekki, þetta er engan veginn búið. Enda 6 hringir eftir. Það er svo augljós. Það var nú alltaf það var, einhvern tíma var nú alltaf sagt að þetta er ekki búið fyrir feita konar syngur. Þannig að þangað til við sjáum hana syngja, þá er þetta það í gangi. Já, annars er staðan óbreytt hérna fyrir aftan. Ársæll í 3., Ari í 4., Brynjar í 5., Eiður í 7., Gunnar í 7., Jón Brynjar í 8. Það er ekki búið að deyjast svolítið úr þessu, það er engin önnur barátta í gangi. Þess að það er veitt að fylgjast með einhver öðru í svona síðustu hringina heldur en topp 3 baráttunni. Nei, það er ekkert annað í gangi. En svona fun fact, ef þetta fer svona, þá munu Ari og Brynjar vera jafnir að stigum. Já. Já, þetta fer svona í stigakeppni. En Ari mun í rauninni vera samt á undan af því að hann er með sigur á bakinu. Ársæll er búinn að tapa svolítið tíma, hann er komin í 7 sekúndur aftan þeim, þannig að hann hefur eitthvað gert sér honum á síðasta hring. Hann er samt búinn að vera með rosalega konsistent tíma. Já. Horfir hann að hægra megin. Já. Þetta er rosalegt. Algjörlega. Þannig að 4 hringir þarna í röð sem að bara nána sami tíminn. Já, alltaf svo ég hafi ekki verið að verjast þarna á 34. og 5. hring. Já, og svo er þetta fyrsti hringurinn sem að svona geigar svolítið. Já. Þess að fylgjast hérna með dekkastöðinni á Dimma og Alex. Dimmi er strax komið með betri dekk núna. 4 hringir eftir og bilið er basically að haldast þannig kringu 2 sekúndur. Komið rautt bensinljós á Dimma. Við erum að fá slæta á þetta endursýningu þannig. Já, við erum að nota tæknina. Við fáum þetta hérna úr vjúi fyrir aftan. Nei, herru. Þetta var vitlaus endursýning. Þetta er eiginlega sett ekki markirinn á. Þetta var gamla endursýningin. En þú veist, same thing, different place. Já, þetta var slætt, bæði bæði slætt. Þetta var dýrmætt 12 sekúnda. Já, algjörlega. Og sjá, hann spyr hvort að bilið, hann Ólafur spyr hvort að bilið frá Ársæli og Ara sem komið í undir 2 sek. Nei, það er í 12, þannig að þetta sé ekki bara lappari sem þú ert að horfa á mappinu. Það stefnir svo sem í smá baráttu 7. sæti aftur. Já. Það er þetta gamla góða. Ekki í fyrsta skipti sem þeir mætast. Gunnar, hann er á medium dekkjum, þeir eru á mjög sambærilegum dekkjum, þannig að það er ekki dekkja forskot núna. Nú er þetta bara fair and square barátta hjá þeim. Gunnar og Eiður. Þetta er rúm sekúnda hann á milli. Nú sjá, ég þori ekki að horfa á lengi á þetta, mér finnst það að vera. Nei, þetta er í 3. Við erum að auka bilið en Alex, komið í 3,2. Já. Nú aðeins snöggast áfram smá hérna er Eiður Daði, sýnist hann vera að auka bilið. Það er nokkuð jafnt. Þetta er hann að rúm sekúnda.
er Jón Brynjar kominn í pitt. Það spurði hvort það alltaf að reyna við hraðasta hringinn. Já, hann má nota softtækin. Já, það er alveg rétt hjá þér. Þeir eru hérna að nálgast Brynjar Péturs eða hvað? Það eru 2,5 í Brynjar. Brynjar er á skemmtum bíl, það er greinilega ekki komið fyrir á honum. Hann er með skemmtan framstöðara, hann er að... Við erum kannski að fara að horfa smá baráttu hérna í lokin. Grétar spyr hvort það sé ekki allir búin að læka streymið. Ég tel 23 like og 23 áhörundur. Algjörlega 100% nýting. Heldur betur. Hann heldur sér. Það sé fyrsta skipti sem að ég get bara svarað þessari spurningu með orðinu já. En það má nú alltaf gera fleiri YouTube aðganga og læka streymið. Það bannar það ekki. Ekki verið að gera sérna núna, en við skulum kíkka á hann Alex, hann er á síðasta hring og er með 2,9 á dimma og ég verð að segja þetta er góður viðsnúningur frá því áðan. Maður eiginlega átti von á því að dimmi myndi ná honum með hvernig fyrstu 2 stygg til endur hjá þeim. En hann er heldur betur búinn að setja hausinn niður og ná einbeitingu og auka bílið í dimma og ekki á hann mikið eftir að bensinni. Nei. Kemur hérna í síðasta skipti niður korskrúna. Tappatógarinn. Það voru 2 baugur eftir. Bara hann þarf ekkert að yfirkeyra, hann er með þetta í höndum sér, hann þarf bara að klára þetta eins og staðan er og mér sýnist að gera það. Frábær akstur, Alex að landa sigri, vel gert og Dimmi eftir hörkubaráttu klárar í öðru sæti. Ætli Dimmi hafi left að vinna þegar hann var búinn að spá því? Nei, segir svona. Nei, alls ekki. Þetta var virkilega flottur akstur hjá honum. Og Ársæll klárar í 3. sæti og Ari Lyngdal er að landa 4. sætinu. Og það er spurning með hérna, Brynjar er með Egill Daða í skottinu á skemmtum bíl og þeir eru að koma í korsrúna. Þetta er baráttan 5. sætið. Það eru 3 beygir eftir. 3 beygir eftir, spurning hvort við fáum að sjá svona drag race to the line eins og í gær. Já, það geti bara, það er ekkert ólíklegt. Svo menna, hann er inn í línuna. Já, hann hefði getað að opna beyginn upp aðeins betur hann að fengi gott raun. Já. Þannig að Brynjar hefur þetta með skemmtabíl. Algjörlega. Brynjar 5., Eiður 7., Gunnar 7. hérna fyrir aftan. Og þá erum við búin að klára þessa keppni hér á Laguna Seca. Þetta er búin að vera bara stór skemmtileg keppni. Hörku barátta meira og minna allan tíman. Og það er hann Alice Þór sem að landar, ég er ekki fyrsti sigur hans á tímabilinu. Jú, til hamingju með það, Alex. Já, þetta var loksins kom með sigur í fyrstu deild, vel gert. Og hérna sjáum við úrslit. Alex áferðar í fyrir MSTRB Racing, bláa liðið og Dimmi fyrir Lafasjó og einnig með hraðasta hring sem er 1.22.480. Hann landar öðru sæti og Ársæll í því 3. fyrir Yamaha Racing Team og síðan á eftir fylgja koma Ari Lyngdal, Brynjar Péturs, Eiður Daði, Gunnar Karlsson, Jón Brynjar. Þannig að já, þar hafið þið það. Þetta bara gekk allt fyrir sig eins og í sögu og okkur, já. Vilt þú eitthvað meira þetta að segja, Gunnar? Ég er eiginlega bara orðinn á kjaftstopp hérna. Nei, þetta var bara flott. Vel sagt, vel mælt. Algjörlega. Svo er það náttúrulega bara á annað kvöld á sama tíma og
það úrvalsdeildin og endilega setjist yfir túbuna, horfið á og lækið í tætlur. Það búið að setja fordæmi fyrir lækum hér í kvöld og við ætlumst til þess að þessi standard muni halda áfram. Já, bara upp á við, frá, ekki? Akkurat. Bara yfir 100%. Akkurat. En já, við erum í boði Hamborgarbúlunar, Kraftey, Classic Detail, Verkfræðistofu Reykjavíkur, Dokkobit, GT Akademíunar, Autocenter, Kalda, MS, Verkfærasölunar, Lagasjó og Yamaha á Íslandi. Takk fyrir að vera með okkur. Sjáumst annað kvöld. Algjörlega, takk fyrir mig. Bye bye.